Hvað verður í matinn á aðfangadag hjá ykkur? Það hátíðarkjúklingur, fylltur hátíðarkjúklingur og hamborgarhryggur. Nú það er tvírétta. Já. Og hvernig stendur á því? Það bara krakkarnir vilja að fá hamborgarhrygginn sinn og okkur langar í kjúkling. Það verða rjúpur eins og alltaf. Ég á það til góða að upplifa jól án þess að borða rjúpur. Geturðu hugsað til þess? Já, það hefur einhvern veginn aldrei reynt á það. Ég hef alltaf útvegað mér rjúpur í jólin. Ég hef búið erlendis mjög lengi og þá einhvern veginn mér tókst alltaf að fá rjúpur í matinn. Og svo þegar maður býr hér á Íslandi þá það gengið nokkuð auðvitað. Hvaðan koma þessar? Þessar eru skotnar af Fljótsdalshéraði og ég var svo lánsum að mér var boðið með á rjúpnaveiðar þannig að ég var svona eins og hundurinn var svona hirtið þær upp þegar búið var að skjóta þær sko. Þannig að það bara skemmtilegt að hafa tekið þátt í að afla þeirra sko. Það verður hamborgarhryggur. Er það einhver sérstök hefð eða? Já og nei, ég var uppalinn við hamborgarhrygg en við höfum verið með kalkuna hamborgarhrygg til skiptis og strákarnir okkar fá að velja, þeir veldu þetta í ár. Rjúpur. Er það eitthvað sem hefur alltaf? Ekki þegar voru krakkar. Hvað var þá að borðum? Það var, mér minni mig svínasteik held ég, minni mig. Þegar eftir við vorum svona fullorðin þá var það bara rjúpur og það bara hefð orðið. Er hann eldaði með einhverju sérstökum hætti? Þú ættir að spyrja frúna að því sko. Hvernig eldar hann? Að hætti mömmu. Sem hvernig? Síðan upp úr rauðvíni og sett svo sinnep og púðursykur ofan á og svona síðustu 10 mínúturnar. Svo hef ég bara sveppasósu og svo er ég búin að fá uppskrift af eplasalati frá Tengdó og gulabrunns. Þannig að það er verið að sameina hefðirnar frá báðum? Já, ég reyna það. Ég set það nú bara í poka í mjólk en mamma hún stykkja þær og setur þetta á pönnu fyrst og tekur svo bringurnar af og svo hitar hún þetta inn í ofni. Það er meira vesen. En hvernig sósa er með þessu? Það er svona bara villisósa með hrútabrauðhlaupi. Hvað fyllurðu kjúklinginn með? Það epli og svo bara blandaðar ávextir. Hvaðan kemur þessi hefð? Ég veit það ekki. Man bara fannst hamborgarhryggunum svolítið þungur í maga og gott aðeins að brjóta upp. En vilt þú bara hamborgarhrygg? Já, yfirleitt. Finnst þér hann góður? Já. Hvað verða þér margar? Sko ég verð nú í mat hjá börnunum mínum og svona fleira fólk í kringum það. Ætli verði ekki einar 14 rjúpur á jólaborðinu, ég hugsa það. Svona allt í allt. Er ekki öðruvísi tilfinning að borða eitthvað sem maður hefur þá tekið þátt í að afla? Jú, mér finnst það voða gaman og það hefur búin að gera þetta núna í 2 ár þá hefur mér verið boðið með á rjúpnaveiðar á Fljótsdalshéraði og það hefur verið voða gaman að taka þátt í því. Það er svona ákveðin spenning að fylgjast með svo verður maður svona næmur fyrir því að sjá hvíta hreyfingu á hvítri pönninni sko og svo elta uppi hvar þær hafa dottið niður og svona, mér finnst það voða skemmtilegt.